Við keyptum stórt eignasafn af Íslandsbanka og þá fylgdi Sunnuhlíð með því safni. Og við ákváðum bara þarna svona hægt og rólega að kaupa okkur aðeins meira inn í eignina því við sáum fullt af tækifærum í kringum Sunnuhlíð. Og Sunnuhlíð var mjög vel staðsett inn í svona grónu hverfi og stór lóð, mjög stór lóð, næg bílastæði. Og bæði þá sko tækifæri að þróa þetta áfram sem litla hverfisverslun, svona sérstaka verslun með svona alls konar öðruvísi hlutum, þar sem sækir ekki í stóru svæðin eins og Glerártorg eða Norðurtanga. Þess vegna vildum við fara þessa leið og eftir eignumstöðu 2013. Þetta náttúrulega sko eiginlega ekkert úthverfa minnst, bara inn í miðri byggð og að vera þarna með tækifæri fyrir verslunaraðila, rekstraraðila sem er að bjóða alls konar varning fyrir fólk sem þá nálægt vill versla nálbyggð eins og bakari og sérstaka þjónustu, vistvænarbúð og ýmiss konar atriði eins og dansskóla og fleira og halda svolítið áfram að þróa þetta. Og svona verslunarmiðstöð getur boðið sko lægri leigu, þannig hún farið kannski öðruvísi leigutaka sem vilja svolítið vera að vinna með öðruvísi vöru og þarna alls konar hannyrðir og hluti sem fólk er að búa til sjálft. Nýja bakarinn okkar hér í Sunnuhlíð, þetta er mikil áhersla á súrdeig sem við erum með hérna. Framleiðslan hjá okkur öll er opin, þannig að viðskiptavinirnir fá færi á að sjá bara í beinni hvað er að ske hérna í bakaríinu. Engin fyrirleikur með neitt. Það er svona þetta skemmtilega held ég það sem er við þetta bakarí hérna. Viðtökurnar hafa verið alveg skelfilega góðar. Það verður eiginlega að segjast. Eiginlega umfram okkar bjartustu vonum. Við erum mjög sáttir. Það hafa náttúrulega ekki verið mörg ný bakarí sem hafa verið að byrja á Akureyri. Þau hafa verið kjarnabakarín hérna í bænum sem hafa verið að gera fínustu hluti og þegar fólk bregst oft bara mjög vel við þegar eitthvað nýtt og ferskt kemur kannski svona aðeins inn. Ég held að það hafi svolítið verið svona kveikjan að þessu fínu móttökum sem við fengum. Það var hér rými í annars staðar í húsinu sem ég var að skoða. Það var þá búið að leigja það út og Katrín kom með þá ákveðna hugmynd að hliðra hérna til rýmum þannig að það var hægt að koma þessu bakarí hérna fyrir. Og upp úr því fór þessi bara boltinn að rúlla, skulum við segja. Og með góðri hjálp frá fjölda fólks, þá var þetta bara svo það veruleika. Ég er mjög bjartsýn á framtíðina. Þetta er frábær staðsetning. Hún er ótrúlega miðsvæðis þar sem Akureyri er svolítið að tvístrast í báðar áttir. Það er gott aðgengi og góð bílastæði, pláss fyrir alla og bara, yndislegt að vera hérna. Þjónustan er náttúrulega, við erum ekkert stór búð, rétt rúmlega 1 ás, en persónuleg þjónusta myndi ég segja að væri svona okkar aðalmerki. Við erum náttúrulega með mikið úrval á alls kyns vörum og þegar kunni kemur inn þá erum við stökka á hann og bjóða honum aðstoð. Sérstæða okkar, það myndi ég segja að væri þessi persónulega þjónusta, þessi tengslin við viðskiptavinin og fjölbreyttu vöruúrval. Ég flutti mig hingað eftir að hafa búin 27 ár í Brekkugötu, fyrst hjá Pétri og svo þegar hann seldi þá fór ég til Auðar, vann hjá henni, þannig að nú er ég búin að koma mér fyrir hér með mitt eigið. Ég er að selja verðlaunagripi og peninga, medaljur, skart, bæði sem ég kaupi og sem ég hanna og smíða sjálf, trúlónarringa, giftingarringa, gutt í eyru, rosalega vinsælt. Þannig og skírnagjafir, barnagjafir og fullorðins. Ég var að fá fullt í morgun af alls konar dóti. Þannig að það er alveg fullt sko. Breiður hópur. Sko mér finnst mestu kosturinn hvað það er mikið sko allir saman. Þú veist bara þessa daga sem ég er búin að vera búið að koma fullt af fólki í heimsókn til mín. Bara heilsa upp um mig og mér finnst það bara æðislegt. Þú veist, ég er ekki ein, þó ég sé ein hér í plássi, þá er rosalega góður andi hérna og mér líður mjög vel hérna.
Nú eigum við Reginn fasteignafélag, við eigum gríðarlega mikið svona verslunarmiðstöðum. Stærsti Smáralind og svo eigum við Garðatorg og svo eigum við miðbæ Hafnatorg, það svæði og við höfum litla verslunarmiðstöð í Lóahólum, Breiðholti, sem er eina verslunarmiðstöðin í Breiðholti. Og trendið í þessum verslunarmiðstöðum eru að útkværa verslunarmiðstöðar, þessar minni sem voru áður aðal verslunarmiðstöðar, þær eru aftur að koma inn og bara nokkuð sterkt. Og það er út af ýmsum ástæðum. Það er náttúrulega bara breytingar svona samfélagslegum bara aðstæðum. Það er bara viðhorf fólks sem breytast og viðhorf líka rekstraraðila. Fólk vill minni einingar, fólk vill raunverulega geta sótt verslun og þjónustu bara stutt, geta hjólað, gengið og þetta er trend sem er allstaðar kringum okkur. Það sem ég finnst best að hafa dansskólann hérna í Sunnuhlíð er bara nálegan við hverfið og það er stutt í strætó og glæsileg og flott bílastæði og svo er bara starfsemin í húsinu, hún vegar upp á móti, þú veist, ég er alltaf með, þegar börnin eru á æfingu hjá mér, þá fara foreldrarnir bara upp á bakaríið eða fara að skoða í verslunina uppi. Þannig að mér fannst það alveg virkilega gott að koma að vera hér. Við erum listdansskóli, þannig að við erum að bjóða upp á jazzballettkennslu en við erum að kenna frá 2 ára krílum á laugardögum og þannig að við erum með alveg, frá 2 ára og upp úr og en þetta er svona listdansskóli. Þannig að við erum með jazzballett og nútíma dans og hip-hop og bara alla þessa stóru flóru. Og svo einnig gaman að segja frá því að við urðum heimsmeistarar í sumar í listdansi í flokki í jazzdansi og einnig lentum við í 3. sæti í contemporary með annan hóp, þannig að danslistin á Íslandi er virkilega flott og hvað þá á Akureyri. Já, ég er með 2 flotta og góða sali, annan er alveg bara 190 fermetrar og ég hef aldrei verið í svona stórum sal áður í kennslu í Steps og svo erum við annan 70 fermetra lítinn sal. Þá erum við með, þú veist, bara salaleigu og fólk er að leigja fyrir jógakennslu eða jafnvel bara barnaafmælin og slíkt, þannig að þetta er svona, ef það er laus salur og tími, þá hefur fólk bara haft samband til að leigja þetta bara. Hugmyndafræðin er svo að reyna að minnka plast í heiminum og umfang bara skaðlegra efna í náttúrunni og umhverfinu. Þess vegna erum við með vörur frá Bretlandi til dæmis til að minnka kolefnisfótspor frá Hollandi og Þýskalandi. Þannig að okkar vörur skilja eftir sig sem minnsta kolefnisfótspor sem hægt er. Við opnum hérna 12. desember í fyrra og það var tekið rosalega vel á móti okkur og svo náttúrulega hefur þetta bara aukist síðan og við erum bara rosalega ánægðir með það. Við erum alltaf að sjá fleiri og fleiri og svo kom alltaf suma aftur sem er alltaf mjög skemmtilegt. Við erum með rosalega mikið af vörum hérna eins og við erum með áfyllingavörur sem við til dæmis getum ekki selt getum netið en við erum með þar hér. Við sjáum rosalega mikið af nýjum konum, bæði í búðinni og í netverslun sem er mjög jákvætt þar sem að þetta er framtíðin, umhverfisvænt er framtíðin, plastlaust er líka framtíðin. Þetta er svolítið mikið konur á aldurum 30 til 60 ára. Þetta er svona minn mesti konahópur en svo náttúrulega sjáum við það koma einstaka karlmenn en það er mjög sjaldan sem ég sé þá en ég tek alltaf vel á móti þeim, mér finnst alltaf mjög skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt samfélag í verslan og þjónustu. Við vinnum svo vel saman og bara fólk tekur eftir að koma hérna inn og versla. Það finnst mjög notalegt að koma hérna og tala við okkur og bara, fullt af verslunum sem kannski þið vissi ekkert af og er hvergi annars staðar á Akureyri. Hjá okkur á Akureyri, við eigum stórt og mikið eignasafn, Reginn, og kannski 5% okkur safni er hér á Akureyri. Við eigum eignir eins og Hótel Kea og við eigum helmingar skrifstofuturnunum við Glerárgötu og húsnæði sem vörklass er í til dæmis, bæði skólastíg og strandgötu. Og við trúum á Akureyri að það sé margt að gerast og vöxtur framundan. Fasteignaverð er til dæmis bara hagstætt á Akureyri, hefur verið lengi og við viljum vaxa þar á dafna og til dæmis viljum við efla og láta Sunnuhlíð vaxa. Og hér eru tækifæri til dæmis að okkur langar að pröfa það að bjóða það að fá heilsugæslustöðina hingað, norðurstöðina og sendum við tilboð út af því. Hér er líka tækifæri til dæmis til þess að taka þátt í að þétta byggð, því að lóðin er stór að við getum byggt hérna íbúðarhús inn á lóðinni og það geti farið mjög vel saman við svona litla verslunarmiðstöð. Til dæmis að bjóða annars konar húsnæði
fyrir eldri borgara eða minni einingar. Þannig það margt spennandi framöndan.